En tökum smá dæmi ef að það vill svo til að þú ert einhvers staðar og þarft að vinna í skjali sem að er ekki Google Docs skjal, heldur Microsoft skjal, en það er ekki tölvaðinn og þú þarft að gera breytingar. Tökum til dæmis bara slideshow. Og hér veit ég að ég er að smella á PowerPoint slæðisýningu og ég veit hvað gerist. Ef ég editera hér, ef ég gerir breytingar hér, þá mun Google breyta PowerPoint slæðinu minni í Google Slides skjal og ég vil það ekki, því að ég er ekki hrifin að því hvernig myndislan er í Google Slides. Þannig ég ætla að hlaða þessu niður á tölvuna mína. Segjum við núna, sem er þá, segjum að það sé ekki tölvan mín, það er tölva einhvers annars. Og hér kemur skjalið og ég ætla bara að kalla þetta eitthvað annað. Nursing, til dæmis. Ég vista breytingarnar og ég verð reyndar að vita hvað ég geri við þetta skjal því að ég þarf að færa það aftur upp á drifið. Ég ætla að setja það á skjá á desktopi svo ég veit hvað þetta er. Loka því. Því að núna þarf ég að setja nýju útgáfuna hingað aftur. Því að þetta breyttist ekki af því að þetta er PowerPoint skjal. Ég er ekki á minni tölvu og ég er ekki að tala við Google Drive á tölvunni minni. Þannig ég þarf að fara hér og ná í skjalið sem er hér, opna það og handfæra það hérna inn. Tekur smá tíma, þetta er stórt skjal, en ég þarf að handfæra nýju útgáfuna hérna inn aftur. Og auðvitað hefði sjálfst verið öruggara að gefa því nýtt nafn til þess að ég viti munin á hvort skjalið, á hverju skjalinu ég gerir breytingarnar, en ég sé það á dagsendingunni líka. Þannig að þetta er það sem maður gerir ef að maður er út í bæ, þarf að breyta skjölum sem eru ekki á Google Docs. En ef ég þarf að gera breytingar á Google Docs skjali, þá smelli ég bara á það og eina skilyrði sem þarf að uppfylla er að ég sé nettengt og þá get ég bara gert hvaða breytingar sem er hér. Það er ekki skemmt þetta skjal. Og það er greinilega eitthvað smá vandræði með netið hérna en skjölin vistast alveg leið. Svo framlega sem að nettengingin er í lagi, þá koma meldingar það hér. En sem sagt, til þess að hlaða upp á drifið, það fer hér í New. Og hér getur líka búið til ný skjöl eða möppur. En yfirleitt er maður að vinna á tölvunni sinni. Á Google Drive-inu sínu. En hefur þetta upp á hlaupa.